gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, heyrðu, stundum sagt að allt hafi verið betra í gamla daga og þá rís náttúrulega fólk upp og hafnar því, en nú semst komið í ljós að þorskurinn var betri í gamla daga, það var miklu stærri, það hefur verið gerð rannsókn á, hvað er kannski þetta kallað landnámsþorskurinn, hann hefði bara verið boldungsþorskur og síðan hefði þorskurinn minnkað, semst einstaklingarnir. Þetta rannsókn sem nær frá líffræði yfir í sagnfræði og margt fleira og mjög áhugaverð og ég skil ekki alveg. Þess vegna ég fengi hingað Guðbjörgu Ástu Ólafsdóttur sem líffræðingur og Árna Daníel Júlíusson sem sagnfræðingur. Og þið takið þátt í þessu að, ég veit ekki hvað að kanna hver staðan á þorsknum var við landnám. Já, það má eiginlega segja það, þetta sé einmitt þetta og þráttur að sé þetta ýmislegt vitað og hafa verið vitað þorskinn sem sagt fyrr á tíð skulum við segja, kannski ekki alveg eins langt aftur og að landnámi, þá vil ég meina að þetta sé raun og veru fyrsta svona fiskifræðilega rannsóknin á fornþorski og það það kannski sem að gera þessa grein svona merkilega og ég vil bara byrja á því að taka fram að sá vinkill kemur kannski fyrst og fremst með Steve Campana, með prófessor við Háskóla Íslands og í líffræði og mjög reyndur fiskifræðingur og hefur notað þessa kvarnir sem við erum að nota mjög mikið og kvarnirnar eru náttúrulega einstakur efniviður þar sem að út frá þeim þá þær vaksa árvist og myndast í þeim árhringir bara eins og í trjám þannig að þú getur fengið þá mjög nákvæma mælingu. Og hvað eins konar heili þorsksins? Það eru ekki heili þorsksins, þetta eru sem sagt, þeir eru ekki bein í raun og veru, þó þeir séu oft kallaðar eyrnabein, en þetta eru raun og veru eins og eyrnabeinin í okkur í fiskunum, það að segja. Þau eru... Ég held þetta að vera tengt svona taugastarfsemi eða eitthvað? Jú, þetta tengt jafnvægi og já. Já. En þar getið þið séð árhringi og lesið hvað þorskurinn var stór? Já, bæði þá talið hvað hann gamall og með því að mæla þessa vaxtarhringi þá getum við mælt hvað hann var stór þó það þurfa að gefa sér þá ákveðnar forsendur af því að þegar maður að vinna með fornleifaefni við þá maður auðvitað aldrei með einstaklingin sjálfan. Þannig að maður miðar þá við sambærilegt í nútíma þorski. En það sem hægt að meta mjög áræðanlega vaxtarhraðinn. Og það til dæmis eitt af því áhugaverða sem að koma fram í þessari rannsókn að það verið að sýna að vaxtarhraði þorskana hann var miklu mun hægari sérstaklega fyrir 1400 og þetta var raun og fyrsta svona líffræði niðurstaðan sem kom út úr þessu rannsókn og þá gátum við náttúrulega að sé að það hafði eitthvað mikið breyst af því að við erum í raun og veru ekki að sjá þetta eins í nútíma það að segja þessi þéttleika háða áhrif á vöxt einstaklinga. En fræðin, sem sagt vistfræðileg fræði segja það að eftir því sem eru fleiri einstaklingar, sérstaklega sömu eða svipaðir einstaklingar eins og sömu tegund, það veldur þá samkeppni og getur þá valdið því að vöxturinn verður hægari. Af því að það minna fæði þá? Já, það raun og veru minna fæði og þetta dálítið ótrúlegt ef maður horfir á þessi líffræðingur. Af því að ímynda sér það sé ekki nægilegt fæði fyrir þorsk sem að geta bókstaflega allt. Það ótrúlegt. Og þarna náttúrulega verður Þeir hafi bara verið þess fleiri? Já, þeir voru þess fleiri. Það sem sagt það sem langlíklegast að skýra þetta. Ekki sem sagt að það hafi verið eiginlegur fæðuskortur, ekki eins og við myndum sjá hann í dag, heldur að það var hreinlega það mikið af þorski að fæðan hafði svona hamlandi áhrif á vöxtin. En hitastig sjávar, það hefur til þess mikil áhrif á í strandeldi og þorskum, að það því kaldara því bara meira, ég held að þetta tvöfall magna fóðri inn í Ísafjarðardjúpi heldur en þú varir í sunnanverðu Noregi eða eitthvað slíkt? Jú, almennt með fiska þá þetta sterkt samband á milli sjávarhita eða hita vatnshita skulum við segja og vaxtar að því gefnu að fæða sé nægileg. En hins vegar þá eru líka fiskar lífeðlisfræðilega aðlagaðir að ákveðnu hitastigi. Þannig að þú getur líka farið yfir þolmörkin verðandi hita. Það að segja hitin verður þá of mikill til að fiskurinn geti haldið úti eðlilegum vexti. Í tilfelli þorsks við Ísland þetta í raun og veru ólíklegt til að hafa áhrif af því að
það sem segir sig kannski sjálft að við höfum reitt okkur á veiðar og þorskinum hér á Ísland mjög lengi. Og það af því að það eru kjör aðstæður fyrir þorsk við Ísland hvað varðar hitastig. Hann fer þangað sem hitin hentar hann. Já, enga síður sko, það sem ég ætla að segja, við hefðum mögulega geta ímyndað okkur að sjá einhver áhrif til dæmis af litlu ísöld eða eitthvað slíkt þar sem að bara hreinlega verður of kalt fyrir þorskin. En það ekki komin eitt slíkt fram í þessum niðurstöðum og þá líklega mynd út af því að þorskstofnin við Ísland, þeir eru náttúrulega mjög hreyfanlegir og þeir bara hreinlega færa sig á fæðustöðvar þar sem að hitastigið þá ákjósanlegt og fæða nægilegt. Eins og við þekkjum stundum kemur ganga frá Grænlandi. Já. Það sem þá grænlandsþorskurinn að koma hingað að því að betri aðstæður. Já. Eða allavega verið svona sögur meðal sjómanna. Já, ég held að það hafi verið bara ekkert svo langt síðan að ég held að ég verið á sjó þegar það var talað sko að verið grænlandsganga. Já, og þetta náttúrulega eitt af því sem við erum kannski ekki búin að leysa algjörlega í nútíma eins og ótrúlegt eins og það kann að hljóma. En jú, það auðvitað alveg þekkt að eftir af því að síðan að svona eiginlegar fiskifræðilegar mælingar byrja þá 20. öld, þá vitum við auðvitað að þorskurinn gengur misjafnlega og þorskurinn gengur sem sagt norðar í heitari árum og ekki jafn langt þá í kaldari árum og færi sig. Þetta auðvitað bæði út af hitastiginu sjálfu en þetta líka af því að hann að elta sína fæðu, sem sagt loðnuna fyrst og fremst kannski. Og þetta samband auðvitað á milli þorskgengdar og það gæti þó mögulega verið þorskar einmitt af íslenskum uppruna sem að hafa verið að alast upp við Grænlandsstrendur og eru síðan að ganga aftur til hrygningar. En þið eru að reyna að draga mynd af hvernig þorskstofninn var eiginlega áður en að farið að veiða hann að einhverju ráði. Og ef ég skilði rétt að þá var bara fullt af þorski sem að það mikið að þeir voru bara í samkeppni fæðuna en það var enginn að veiða þá þannig að þeir eruðu eldri og stærri. Já. Fullt af boldungsþorskum út allan sjó. Já, persónulega held ég sko bara miðað við það sem að náttúrulega kannski ekki síst ég hef lesið af því að það hefur auðvitað verið skrifað þorskveiðarnar og sem sagt þegar byrjuðu veiðar á þessum þorskstofnum í Norður-Atlantshafi, lýsingarnar eru auðvitað þannig að jafnvel þó þar væru ýktar þá myndi maður ætla að vistkerfið hafi verið töluvert öðruvísi heldur en það núna. En núna þegar þessar líffræðilegu niðurstöður eru að koma inn þá já líklega var þetta bara þorskur við þorsk og þetta voru alveg risastórir einstaklingar. En þannig að þú að tala sko margar aldri aftur og bak. Þegar maður hitti eldri menn, ég man að eins og þið var í Saltverkun og þá var gamall maður og þá fengum við svona boldungsþorska og að því að ég kunni að fletja sko þá var ég alltaf við það að þetta eru of stórir til þess að ég sé að setja á í batterivélarnar þannig að ég var að fletja það sjálfur. Þessi gamli maður sagði svona var þorskurinn gamla daga, sagði hann og þá var hann nú bara að tala svona rétt fyrir miðja síðustu öld. Já, miðja síðustu öld, já. Það er náttúrulega raun og veru, þá er En hann náttúrulega mundi eftir stóru þorskunum, sko, það getur minnið svíkjum mannstundum. Og einn verður ennþá svona stór, það er náttúrulega bara ánægilegt fyrir okkur og auðvitað þorskstofnin, svona ástand hans við Ísland, það hefur nú heldur lagast síðustu 20 ár. En auðvitað og þetta er raun og veru ennþá og það er auðvitað eitthvað í þessu púsluspili sem við eigum eftir að skilja. Af því að svona þessi raunverulega mikla ofveiði sem við sjáum þarna eftir miðja 20. öld og fram til skulum við segja 1990 það er auðvitað á öðrum skala heldur en kannski áhrifin sem við erum að sjá þarna á sem 15. 16. öld en þess vegna er þetta svo merkilegt að því að miðað við þessar mælingar þá var þorskstofnin, það er að segja fjöldi þorskana, við erum að tala kannski 6 sinnum, það er auðvitað erfitt að gefa alveg nákvæma tölu en við erum að meta þetta mögulega 6 sinnum stærri þorskstofnin. Hvernig gátu veiðar haft áhrif af því að ef við værum með þennan stóra stofn í nútíma þá væri verið að gefa út þorskkvóta fyrir 1.000.000 tonnum og ég held að sé alveg ljóst að það var ekki verið að veiða 1.000.000 tonn þannig að það er ennþá eitthvað sem vantar og við vitum náttúrulega alveg hvernig sagan var í þessari gífurlegu ofveiði sem var á 20. öld og við vitum alveg hvernig sagan var á Nýfundnalandsmiðum til dæmis þar sem að í því tilfelli reyndar það er líklegt að hafi verið bæði mikil ofveiði en mikil ofveiði gerir síðan stofnin viðkvæmari fyrir umhverfisbreytingum þannig að oft í náttúrunni þá er það eitthvað svona tvennt sem kemur saman.
En er það ekki þannig að þegar er mikil fæðusamkeppni að þá verða vaksaðir hægar? Getur orðið kynþroska fyrr, sagði mér einhver. Að það er kemur svona bara panikástand að ég verð að drífa mig ef ég ætla að ná að fjölga mér. Já, það getur eiginlega verið einmitt líka öfugt, sko. Já, þannig að þá eru þeir ekki, ef það ert ekki með náttúrulega óvinni, þú ert að bara vaksa hægar og þú Þá gerum við eins og í gamla daga, en núna eru veiðar og svona, þannig að þá hugsa þorskurinn. Já. Ég vant að fæði og ef ég ætla að fjölga mér, ef ég ætla ekki að dreipast hungri áður í fjölga mér, þá er ég bara að vera kynþroska núna. Einmitt, það er svona það sem að margir hafa haldið fram að þessi miklu ofveiða á 20. öld, ekki bara með þorskin heldur með fjöldamargar aðra tegundir, að hún valdi því að fiskarnir fari fyrir kynþroska sem að veldur því að það fer minni orka í eiginlegan líkamsvöxt, þannig að fiskarnir eru þá að verða minni og þar með stofninu þetta veiðistofnin minni. Og rýrari. Já, einmitt. Það verður svona rýrt á þeim holdið, óspennandi matur. Og þannig eru þetta heilmargir möguleikar eftir fyrir þá sem hafa áhuga á svona þróuna vistfræði eða þessu samspili sem sagt náttúrulegs vals og þetta valkrafta völdum nýtingar mannana á stofnana og þú veist og hvort að þessi sterki valkraftur sem verður auðvitað með fiskveiðum sé nægsamlegur til að breyta þorskinum erðafræðilega. Af því að það eru það sem þarf að gerast til að við getum ekki farið aftur í fyrra ástand. Það er að segja hvort það sé búið að eyða út eða minnka mjög í tíðni ákveðin gen til dæmis. Þannig að við getum ekki farið tilbaka. Og það er auðvitað eitthvað sem við þurfum, sem okkur andum þessa fiska svona frá sjónarhorni náttúruverndar. Það er það sem við þurfum kannski fyrst og fremst að hafa í huga. Að við þurfum að reyna að viðhalda þessum erðabreytileika sem er til staðar í stofninu. Að við sitjum uppi með þorskstofn sem er vanur að búa við svona harðræði, verður aldrei sérlega stór, verður kynþroska snemma. En hinir góðu þorskarnir annars sem að gamli maðurinn myndi eftir að þeir eru bara hurðu út úr kynamenginu. Já og líka og þetta ég segi nú ekki að haldi fyrir mig vökunóttinni en þetta er auðvitað eitthvað sem að maður hefur verið að sjá með þorskin er að þessi stóru göngustofnar eins og þú sagðir áðan auðvitað velgengni þorsksins felst kannski í því hvað hann er hreyfanlegur og hann bara sækir sér ákjósanleg umhverfisskilyrði ákjósanlega fæðu. En það sem að hefur kannski verið að gerast er að þorskstofnar sunnar, þeir eru að verða minna hreyfanlegir, þeir eru líklegri til að vera staðbundnir, þeir fara ekki langt og þeir... Þú tala Eystrasaltið eða Norðursjóin? Já, ég er að tala Eystrasaltið og Norðursjó jafnvel og kannski sér í lagi og þeir eru vesalir? Já, þeir eru það sem við myndum kalla vesalir, það er að segja þessir stofnar ber ekki nærri því jafnmikla veiði eins og þessi stóru göngustofnar við Ísland og Noreg. Tilraunir í að takmarka veiði og eitthvað þá bara náðu þeir sér ekki. Nei, þeir eru bara... Ég hefði kallað á Jón Kristjánsson fiskifræðing og hann myndi útskýra það var einmitt út af vendunar aðferðunum sem hann er svona vesel. Það er ekki hægt að geyma fisk í sjónum, segir hann. Nei, en það er alveg spurning sko, þú veist hvað það er nákvæmlega og það er alveg vel þekkt að það er það er mikill breytileiki hjá þorski sem tegund í þessum lífsmunstrum og við skiljum ekki nákvæmlega hvað það er sem að triggerar það er að segja hverjir verða þessir vesalingar þar að tittir hanga bara inn í fjörðum eða upp yfir land og hverjir er að fara út. Við vitum auðvitað að þetta er nátengt ákveðnum erðabreytileika og þessi erðabreytileiki vitum við að er nátengtur umhverfi, seltustigi og hitastigi kannski fyrst og fremst. Þannig að það er alveg mögulegt að hitastigið bara sé sterkur drifkraftur í þessum breytileika. En það er mikið sem við eigum eftir að skoða þarna, sérstaklega við Ísland. Það er náttúrulega, Norðmenn hafa nú verið virkari í rannsóknum af þessu tagi. En þú segist sofa, það er ekki alveg haldið fyrir vöku, en ertu að segja að með aðferðum okkar, þá gætu við verið að svona ýta stofninum í einhverja tiltekna átt sem að yrði kannski til þess að hann yrði rýrari, hann yrði ekki, þetta sé svo búfénaður, þetta er náttúrulega viltur stofn, en einhver leiti er umgengn okkar það eins og við erum að reyna að halda
löndunum sem heilbrigðustum og öflugustum, að kannski séu við ekki að fara alveg rétt að leiðina með þetta. Já, sko, við vitum ekki hvað við erum að gera núna. Það er kannski svona fyrsti punkturinn. Við vitum það ekki af því við erum ekki að fylgjast með þessum breytileika innan stofnsins. Við metum þorskstofninn sem einn stofn og það hefur reynst okkur alveg ágætlega. Bara halda því til haga. Ég tel að það sé mögulega af því að við erum fyrst og fremst að stjórna veiðunum byggt á þessum stóra göngustofni. Þess vegna bara skilar það okkur þessum árangri sem það er að skila. En af því að þetta nú annað, kannski þetta nú ekki tengist nú ekki landnámsþorskinu beint, en þetta nú rannsóknir sem ég hef verið að stunda mikið síðustliðin ár og það er að reyna að skilja sem sagt á seiðastíi eða hjá ungviði þorsksins, hvað er að gerast þar? Og þar vitum við að þorskur af þessum mismunandi gerðum, það er að segja þorskur sem er staðbundinn og þorskur sem er líklegur að fara í langar fæðugöngur, hann hegðar sér ólíkt bara strax á fyrsta ári. Það er að segja hann er að fara á mismunandi dýpi, þessi staðbundna gerð heldur sig í mjög grunnu vatni, mögulega þolir mögulega meiri svona sveiflur í umhverfinu. Þannig að þorskurinn sem er þessi stóri gönguþorskur, hann vill vera í dýpra vatni, hann vill ekki hafa jafn mikið ljós í umhverfinu, hann vill vera í kaldara og saltara vatni. Og allt sem við gerum sem að minnkar þessi svæði munu þetta hafa verri áhrif á þennan þorsk. En þetta get ég ekki sagt til svart og hvítt núna af því að við erum ekki að mæla þetta, við erum ekki að arfgerða greina þorskinn. Þess vegna vitum við ekki hvort við séum að veiða meira af annari gerðin en hinni til dæmis og við vitum ekki hvort að ákveðin búsvæði henta betur fyrir aðra gerðin en hinna. Herðu, Árni Daníel, Íslandssagan er náttúrulega byggð á sauðkindinni en svo líklega þorskinum. Þannig að þessar líffræðilegu rannsóknir skipta máli til þess að skilja söguna, ekki? Er ekki saga Íslands að sömuleyti þannig, þú veist, hvort okkur tókst að nýta auðlindir sjávar til þess að byggja hér upp öflugt samfélag? Þegar okkur tókst það ekki, þá gáttum við verið hérna svona 50.000. Þegar okkur tókst það, þá gáttum við verið gert hvað sem er. Sko, við gáttum verið alveg 100.000, við vorum 100.000 á 14. öld og það var án þess að nota þorskinn eitt að verulega marki, sko. Hann var reynda komin inn í fæðuna þá, sko. En einhver útflutningur þessi hansakaupmanna sem skreið eða hvað? Ekki? Já, sko þetta hámark, þetta 50.000 manna hámark sem nefnir, það er svona, kannski að segja orðið svona eldri umræða. Þetta var talað þetta hefði verið einhvers konar mannfjölda hámark hér á landi en það bara passar ekki við svona ef maður mælir gróður, far og gróður til dæmis þá komist við að því þegar farið var að efast þessa tölu, þessar hámarkstölu og þessi áhrif sem sauðkindin átti að hafa til dæmis á miðhaldinu og uppblástur og svona þá kom í ljós að sauðkindin hafði verið hætt að býta gras á miðhöldinu upp úr 1400 og ástæðan var svo að besta dæmið er Húnavatnssýslu. Þar var rekið sauðfé upp á heiðina, Augúluheiði, árlega úr Vatnsdal og Víðidal og þessum dölum hana og Blöndudal en eftir 1400 þá fara að koma kvartanir frá landeigendum Eyvindarstaða. Af hverju eru bændur ekki að reka á heiðina til okkar? Við fáum árlega toll, við erum búin að fá þann síðustu aldir og ástæðan var svo að þeir bændurnir í Blöndudal þeir höfðu fundið haga sem voru miklu nær og miklu þægilegar að reka sauðkindina í og það var í Víðidal og Hreggjadal þar sem að hafði farið í eyði í Svartadauða. Og það var ósköp einfaldlega þannig að við Svartadauða þá fækkaði þjóðinni það mikið að það varð völ á miklu og góðu beitilandi í byggð og sauðféð var hætt að reka sauðféð upp á hálendi. Og þetta er bara dæmi hversu þarf mikið að Þegar kom sauðasalan til Bretlands og þá fjölgaði fénu og þá var aftur rekið upp á heiðar, eða ekki?
Jú, kannski akkurat. seinni hluta 19. aldar. Sem sagt 1880 þá fer fénu að fjölga það mikið að það farið að reka það í Þjórsárver í fyrsta sinn, held ég allavega frá 1400. Það kemur inn landeyðingin síðari. Já, einmitt. En þorskurinn, skiptir þetta máli þar sem að líffræðingarnir eru að teikna sögu þorsins? Spilar það einhvern veginn inn í maður gæti sagt sem svo, en hvaða máli skiptir þetta? Og þá myndum við að spyrja sagfræðinginn, hvaða máli skiptir þetta? Já, þetta náttúrulega skiptir máli fyrir mat okkar á þorskstofnunum og hvernig við ætlum að vernda þorskin sem stofn, og við erum búin að vera með mjög svipað eins og rányrkjan á heiðunum eftir að kapitalismin komst í landbúnaðinn. Þá sem sagt rányrkjan búin að vera alveg gríðarleg á 20. öld, en sem sagt á þessum tíma þá á landnámsöld þá er þorskurinn bara eitt af því marga sem að menn hafa við að býta og brenna, það er 1 milljón tonn af þorski í sjónum. Það er ekki tæki til að sækja hann, Jú, menn kunni það alveg. En ekki til þess að veiða og búa til skreið og flytja út til Evrópu sem vinnu manna mat og svipa menn gerða Lófóten. Þetta er þannig að það fer á stað útlendingu frá Íslandi á 14. öld. Fram að því er þetta búið að vera meira sæki í sig veðri, sérstaklega eftir 1200, það fer að fjölga fólki í Vestanlands og það fer að setja staði fiskiþorpum þar og eyjar eins og Hörskuldsey. Hún er á 14. öld, þá er hún eins og 3 eða 4 góðjarðir. Það er 800 álnir í afgjöld af Hörskuldsey og sem ef einhver þekkir Hörskuldsey þá er það pínulítil eyja. Það var alltaf hægt að koma fyrir kofum þar. Það liggur vel við þorskgöngum. Já, og þannig var með flestar, við erum með góðar heimildir margar jarðir á Breiðafirði og Snæfellsnesi frá Helgafells-klaustri frá þessum tíma og þessar jarðir voru allar mjög mikla tekjur af þeim og það var mikill útlendingur og þorskurinn liggur þannig við Snæfellsnesi og við svæðinu undir jökli og líka svæðinu í kringum Suðurnes, Miðnes, að þú þarft ekkert, þú þarft bara bát og getur farið með bát og öngul og það er, ég tala nú ekki að það er 1 milljón tonna af þorski í sjónum, þá er lítið mál að fá í soðið og hvað þá að veiða í bara talsverðan útlending, Og það er meira en 1 milljón tonn, því það eru 1 milljón tonn sem þú gætir tekið út frá veiðiráðgjöf án þess að skerða stofninn. Þannig að það er mun meira þarna niðri, Já, menn semst gátu veitt eins og þá listi og þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur þenn tíma. En þá myndum við ætla að hér hefði þá bara orðið öflugt og blómlegt líf. Ég meina það voru fólk sem að nýtti meðan annars Íslandsmið, en líka í Lófóten, í Labrador og þar. Já. Byggðu upp glæsileg byggðir í Baskalöndum og Bretanskaga og Já. En þessi saga er eiginlega ekki til á Íslandi að þessi 1 milljón tonn þann úti hafi einhvern veginn runnið undir uppbyggingu öflugs mannlífs á Íslandi. Nei, fyrsta lagi þá kom svartadauði og íbúum fækkaði alveg gríðarlega. Það er kannski 20.000 manns hér, kannski 1410, 1420 og það maður sér þetta ef maður skoðar fornbréfasafnið og tekur öll fyrirbæri sem er einhvers staðar á jaðrinum í bændasamfélaginu, með seljabúskapur, hvalveiðar, fiskveiðar. Fiskveiðarnar falla reynda minnst en það er alveg gríðarlegt hrun í öllum athöfnum sem að tengjast einhverju sem var aðeins fyrir utan búið. Og menn gátu allir bændur sem vildu gátu sest á góðjörðum sem að höfðu losnað
hún lýsir þessu vel, hún Sigríður Hagalín Björnsdóttir í skáldsögu sem hún gaf út nýlega og þá þurftu menn ekkert á fiskveiðum að halda neitt sérstaklega en það voru sem sagt fiskveiðar, þorskveiðar á þessum tíma það kemur inn sko að verða alveg gríðarlega breytingar árið 1412 þegar Englendingar koma inn þeir koma inn á Íslandsmið með alveg mjög stóran flota og áhrifin af veiðunum eru reyndar mun meiri heldur en við höfðum áætlað áður og að tala núna okkar Steve hann segir í greininni að fiskveiðar hafi verið miklu meiri heldur en á 15. öld heldur en hann heldur en talaði hefur verið áður og þá fyrst og næst veiðar útlendinga já, bara þessir 20.000 mann sem að bjuggu hér þeir höfðu voða lítið kapasitet til þess að veiða en þeir gerðu það þurftu þess kannski ekki eins og þú lýsa þegar eru svona fáir eftir að þá dettur kannski fyrst af þessu mataröflun sem var erfiðari og fleira þannig að það verður eiginlega of þægilegt og deyrir þetta þá bara út úr minninu svona getan til þess að gera þessa erfiðari hluti sko, svo fer af stað annar prósess sko. Þorskurinn það dýrmætur til útlendings að yfirstéttin hún sé sér leika borði að hún skipulegur verferðir fyrir að skipulegja verferðir og hún fyrir að skipulegja kvaðir þannig að bændurnir þeir eru ekki lengur alveg frjálsir með sín tíma heldur þurfa að mæta í verbúðina á vertíð upp úr janúar, februar, mars kannski og þeirra þorskgöngunar eru já, og þeim líka sagt að þeir verði að róa á báti landeiganda við erum með dómum það frá 1511 frá Skálholti það sem sagt svona ráðstefna þar sem að Skálholtsbiskup kveður alla sína leiguliða á fund og segir þeim þið verðið að róa á bátum staðarins elsku vinir, annars bara getið þið farið að funda eitthvað annað einhvers annan stað að búa sko. og verferðir, það fyrst talað um þær 1490 og það sko já, þetta eitt af því sem að þurfum svona að sko það ýmislegt sko sem að við þurfum núna að skoða alveg upp á nýtt í öllu þessu vegna þess að sko ef veiðarnar voru svona miklar á 15. öld þá þurfum við að skoða allar heimildir frá Englandi sérstaklega og frá Íslandi upp á nýtt og eins allar heimildir bara alveg til sko 1800 Þannig að líffræðingarnir koma og segja að það var svo mikið ásókn í þorskstofninn á kannski 14., 15. og 16. öld af englendingum, böskum og frökkum og fleiri að það kemur ykkur óvart og það heimildir sem þið höfðu þessar veiðar að þið verðið að hlaupa til og reyna að athuga hvort það hefði ekki bara verið miklu meiri heldur en talið var áður. Bestu áætlanir sem við höfum haft eru áætlanir sem að rannsóknarhópar það bara til það mjög nýlega sko. Við höfum ekki neina hugmynd hvað þetta væri en allavega bestu áætlanir sem að fram að þessu hafa verið eru frá Dublin, frá hópi sem að er undir stjórn Paul Holm sem að Guðbjörg hefur unnið með og og Paul Holm, hann er danskur sagnfræðingur sem að fór á stað með þessar rannsóknir, hann skoðaði allar heimildir innflutning á þorski frá Íslandi og frá Nýfundnalandi til Evrópu og maður var ofboðslega mikla rannsóknir og stóran gagnagrunn sem er aðgengilegur á netinu gegnum greinandannans og hann gerir það fyrir að sko englendingar hefði ekki veitt nema 20.000 tonn sko á ári og En er það ekki samt rétt skilið hjá mér Guðbjörg að þið getur við veiðar það gæti líka verið eitthvað sem hefði breyst í umhverfinu þannig það er ekkert endilega víst að Árni og sagnfræðingarnir finni hver tók þorskinn ef ég má koma með mínu skoðun, ég er náttúrulega ekki sagnfræðingur en rannsóknir auðvitað, það hafa verið gerðar töluverðar rannsóknir á sem sagt
innflutningi af íslenskum þorski, eða náttúrulega það verður að hafa í huga að sko englendingar liti ekki á þetta sem einhvern íslenskan þorsk. Þetta eru bara Íslandsmið og hafa voru sótt af Evrópuþjóðum mjög lengi. Þetta voru þeirra mið eins og mörg önnur í þeirra huga. Og það er mjög margt fróðlegt sem að hægt að lesa sér til sko, að lesa þessa sögu frá sjónarhorni englendinga. Það er mjög mikið skrifað og bara fyrir mig var alveg bara heillandi að sjá eins og þeir voru til dæmis, þeir stýrðu hérna veiðunum á Íslandsmið mjög snemma til dæmis til að reyna að koma í veg fyrir of mikil áhrif á hrygningafiskinn. En þar kemur einmitt að þinni spurningu. Af því að það sem að við getum fengið fram með því að skoða þetta á líffræðilegum efni við, eru þetta ekki sem sagt endilega útflutningur eða innflutningur, heldur beinlínis veiðarnar. Þó svo sem að ég hafi reyndar ekki lesið neitt það, þá finnst mér sjálfri líklegt að auðvitað hlýtur umgengnin að hafa verið verri, þannig að áhrifin af minni veiðum geta hafa verið meiri. Það er að segja að það var sjálfsagt engar reglur brottkast eða hérna, og við vitum auðvitað að þeir voru beinlínis að targeta hrygningarfiskinn, sem að við gerum auðvitað miklu síður í dag því að við vitum að það eru verstu áhrifin. Það er líka auðveldast að veiðana því að hann gengur inn á svona kunnar slóðir. Auðvitað og þetta náttúrulega kunnu norrænar þjóðir alveg bara frá örófu alda og vissu að hrygningarþorskurinn að gangin á þessum tíma og sóttan og Íslendingar sjálfsagt líka. Hérna er það ekki, einmitt í Egilssögu er ekki verið að tala um Egill að fari með hérna skreiðaflutninga til Bergen, líkt og bara var verið að flytja frá Lófótinn. Þannig að þessi saga eru þetta saga Íslands en hérna síðan þetta gerist það að Íslendingar hafa náttúrulega ekkert vald til að stýra miðunum og hugtökin náttúrulega voru sjálfsagt gjörólík þarna, þannig að þó að mögulega hafi norrænar þjóðir héldu þeir reynda fyrir að þetta væri sem sagt okkar haf, þetta væri norrænt haf og við höfum eignarhald á hafinu, þá eru þetta að koma inn allskyns, sem sagt það er að koma hérna sem sagt þessi hugmyndafræði sem kemur þá frá Hollandi bara frjálst haf, þar sem allir hafa jafnan nýtingarétt, það verður auðvitað ríkjandi á 17. öld og þá náttúrulega er erfitt að stjórna veiðum þessar Evrópuþjóða á nokkurn hátt, þó svo að Danakonungur hafi náttúrulega reynt það og reynt að leggja á allskyns gjöld og verslunarsamninga og hitt og þetta. En ég sé þetta fyrir mér þannig og þið hafið í huga að þetta er auðvitað bara hvernig ég sé þetta fyrir mig sem líffræðingur, er að auðvitað höfðu sko það sem að Íslendingar höfðu í höndunum. Íslendingar voru fyrir, þeir voru nær miðunum, þeir gátu nálgast þorskinn strax og hann gekk, þeir gátu betur fylgst með þeim ferðum og það er til dæmis þekkt úr heimildum að Evrópuþjóðar hafi komið og þær hafi byrjað á því að versla við Íslendinga og síðan hafið eigin veiðar. En síðan sem sagt veiðar einmitt utar og hérna það kannski höfðu Íslendingar ekki jafn mikla getu til bara vegna verri skipakosts og við missum þetta svona úr höndunum. En síðan gerist eitthvað seinna því að þessar veiðar detta niður líka hjá Evrópuþjóðunum og svo sem með þessu sama tíma á hérna á 18. öld. Þá hætta englendingar, mér finnst alltaf aðstæðanlegt að vera að tala um sagfræði sem líffræðingur en þetta er það sem ég hef lesið, þá hætta englendingar að koma hingað og í raun og veru skilja ekki alveg sjálfur af hverju það er heldur. Og mögulega eru það umhverfi sem ekki aflabrestur eða ég kann því miður ekki að skýra það en það eru þarna eins og Árni er að segja sko, ég held að við þurfum bara að hérna svona opna og huga fyrir því að sagan var kannski aðeins öðruvísi og hún saga Íslands, ef við viljum eins og við sjáum Ísland fyrir okkur í dag, Íslands og Íslandsmiða, hún er ekki einangrast ekki við það sem var að gerast hér á landi. Það er alveg ótrúlega mikið af sögunni sem er að gerast hérna út á sjó. Já, út á sjó og svo í þeim byggðum sem að bátarnir komið frá, sem voru náttúrulega allt annur útgerð heldur en Íslendingarnir voru með. Þeir réru og fóru með hérna fiskina landi. Þetta voru svona verksmiðju
skip, eða þú veist að það var unnið borð og salta. Þegar að það verður möguleiki að vinna borð og salta, þá þetta breytast forsenduna líka, þá hafa þeir sjálfsagt ekki sömu þörf fyrir að koma, en ég gera þó ráð fyrir að það hefði alltaf komið upp eins og við þekkjum auðvitað fjölmargar sögur í Íslandssögunni, áhafnir hafi komið að landi og sumir urðu teftir hér yfir veturinn og þetta stór hluti af okkar sögu, það sem tengjar okkur við Evrópu. Sko, Englendingar þeir uppgöttuðu Nýfundnalandssmið upp úr 1500 og þá snerðu þeir sér og mikið að þeim sko. Og tilgátan svo að sko, veiðarnar hér við land hafi verið svipaðar eins og síðan urðu við Nýfundnaland og það voru mjög mikla veiðar sko. Núna við höfum þessi tilgáta verið kannski þeir hafi tekið þá 150.000 tonn á ári á 15. öld og annað eins á Nýfundnalandi við Nýfundnaland sem að fyrir að nálgast bara aflan á Íslandsmiðum í dag. Já, svo erum við með sko Þjóðverjar sem koma inn í staðinn fyrir Breta og þeir hegðu þessu svolítið öðruvísi, þeir fóru miklu meira í gegnum Íslendinga og þeir kendu Íslendingum að prjóna meðal annars og með svona alls konar og voru meira bara í því að kaupa fiskinn af Íslendingum heldur en Englendingar. Síðan voru komið frakkar voru mjög öflugir á tímabilum og hollendingar líka. Ég var einmitt að sjá sko núna að lesa bók eftir Jón Eiríksson, De Oregi Patrie. Hann talar sko 200 erlendar skútur 1770 sko. Og hann einmitt einn af þessum sem sko tala fyrir því að Íslendingar fari nú að reka skútur svona eins og aðrir svona menn með viti sko. Og sem hugmynd svona í Íslandssögunni að eins og sem ég var að veitna til áðan að við getum ekki byggt hér upp blómlegt samfélag nema nýta auðlindir sjávar. Og það einmitt, mér veist að alltaf fundist þetta svo áhugavert af því að nákvæmlega eins og þú segir þetta, þá af hverju var það ekki gert? Af því að jafnvel þó maður hafi nóg fyrir sig, nóg svona að bíta og brenna, það hlýtur það nú að vera oft eðli samfélagi að þú fara áfram. Þannig að mér finnst þetta sjálfur ekki alveg augljóst af hverju Íslendingar nýttu aldrei þessi gífulegu verðmæti eins og hefði verið hægt. Og birtist í alls konar svolítið svona sjálfsfyrirlitningu Íslendinga að þeir hafi ekki geta gert þetta. Það kannski ekki eitthvað starf í Laxnes sem að segir að það hefði sko Guð hafi minnst að láti rigna sko síld yfir menn. En samt þá tókuðu það og báruðu aftur inn í fjöru og hendinni. Þið kannast þessa hugmyndum að þetta hafa alltaf verið leiðilega fyrir augunum á okkur. Já. En við séum bara svo glatað fólk að við letum aðra hirða gullið. Á þessum tíma þá var farið af stað með prósjekt það var mörg prósjekt í gangi á þessari síðarhluta 19. aldar sko, 18. aldar fyrirgefðu og meðal annars að byggja báta með sunnmæralægi. Það var eitt prósjektið sko og það var gert bara og en þeir reyndist of þungir fyrir þá aðferðsmenn sem menn höfðu þá sko. Þeir réð ekki við að draga það upp í fjöru eins og var gert með báta sko. En svo var farið af stað með skútuútgerð upp úr 1800 og þá var það útgerðin fyrst það var gert út á hákallalýsi. Við veitum nú svo til að Steve Campana hann sérfræðingur í háköllum líka gaman að því en þá var sem sagt þá var ekki farið að veiða þorsk heldur hákalla sem að þriðjungurinn af þyngd þeirra sem sagt lýsi lifur og lýsi úr henni og það var hægt að fékkst nóg lýsi þannig að það var stór business að selja lýsi til stórborga til að lýsa. Þetta var áður en steinolían kom til og það var þetta bændur við Eyjafjörð og á Vestfjörðum urðu auðugir af þessu. Og svo kom steinolían og strókaði það út. Já. Í svipað og gerðist með sauðasöluna að einhver þannig bleið til niðursöðu og frystingar á kjöti. Já.
þá tilgangslaust að vera að flytja íslenskt sauðfé. Það ræktar engin kjöt á íslensku sauðfé, svo ég veit nú aftur í Laxness sem að fannst það að vera fráleit hugmynd. Það var bannað, Bretar bönnuðu þeir vildu hygla sínum eigin bændum, það var svona komið eitthvað smá stopp í þessa frjálsmarkaðshugsun þeirra 1897 og þá einmitt fóru Íslendingar að salta sauðakjöt í tunnur og selja og þeir seldu dönuða gegnum dansku kaupfélögin. En sem sagt svo var það niðurgreitt stuttu síðar og svo gerist það var uppað á íslensku landbúnaðarstefnu. Árangurinn sá að það var hætt að færa frá sem leiddi til þess að í staðinn fyrir að lömbin væru eina fjalli og ærnar heima og mjólkaðar þá voru mjólkaðar ærnar settur upp á hálendið með lömbunum og það stórjókst álagið á gróðurlendir á hálendinu. Og breytti alveg íslensku sauðfjárbúskap sem áður hafði verið til þess að vinna mjólk og ull eins og víðaskvar yfir því að verða kjötframleiðsla. Og það er það sem ég var að vitna í Laxness og fannst það fráleit hugmynd að íslenska sauðfé geti keppt við kjúkling og svín sem að væru, og naut sem að væru dýr sem að framleiddu svona mikið af kjöti per fóðureyðningu. Þetta var hann að dunda við í einhver af þessum messum sínum yfir íslensku þjóðinni hvað hann var ekki allt villast. Herðu, en þessar rannsóknir, því að við talaðum landnámsþorskin, en það þannig að þið eruð að skoða kvarnir bara í gegnum allan tíman? Já, í gegnum í raun og allan tíman og það byggir á þetta svona safnað tekið saman úr nokkrum fornleifa uppgröftum, bara kannski nota tækifærið að minnast á af því að Ragnar Edvardsson fornleifafræðingur sem er þarna með mikinn meiri hluta af þessum efni við af því að í gegnum hans rannsóknir sem sagt á verstöðum, vestur á fjörðum fyrst og fremst, þá fannst honum einmitt og það raun og veru verður ákveðin hvati að þessu verkefni fyrir meir en 10 árum síðan að það vantar alltaf eitthvað í söguna, það er að segja beinin og það sem hann var að finna á verstöðunum var ekki allt, var að segja aðeins aðra sögu heldur en kannski þessi hefðbundna sagfræði og eftir að við förum að vinna saman sem er nú orðið aðeins langt síðan þá förum við gagngert að leita að körnunum og grafa upp kvarnirnar og höfum unnið þar langmest með verstöðun á Breiðuvík á sunnanverðum Vestfjörðum og þar erum við svo heppin að það er bara samfelld tímasería frá því í kringu 900 og alveg fram á 20. Þannig að þetta gefur náttúrulega gífurlega miklar upplýsingar að þetta eru alltaf ákveðið púsluspil. Það eru mjög víð öryggismörk í kringum allan þennan efni við. Þannig að við gátum á þennan hátt sem sagt tímagreint mjög áræðanlega kvarnirnar, þannig að við vitum vel frá hvaða tíma þeir eru að gera. Og síðan lesum úr þeim hvað einstaklingarnir voru stórir, hversu hratt eru og hvað þeir voru gamlir, af því að það er í raun og veru bara ákveðin lykill, það er einfalt, en það er ákveðin lykill af því að aldursamsetningin í stofninum getur sagt manni til sem sagt hver er dánatíðnin, hvað var mikið af fiskum að drepast, hver var dánatíðnin fyrir veiðar, það er áður en að nokkrar eiginlegar veiðar hófst og þetta veittu Íslendingar mjög líklega þorsk alveg frá landnámi en ekki á þeim skala það sé líklegt til að hafa nein svona sýnilega áhrif á dánatíðnina og þetta má segja síðan næsta, þegar var búið að sjá þennan mun á vextinum, vaxtarhraða, þá var það sláandi á sama tíma þá byrjar sem sagt dánatíðni þorsksins að aukast og það er þá merkið þar sem við sjáum og hér eru veiðarnar byrjaðar að hafa áhrif. Og það er miklu fyrr heldur að við myndum. Já, það er strax 1400-1500 og þetta er raun og veru alveg magnað að sjá hvað er að gerast á þessum tíma. Ég, Ragnar og fleiri höfðum áður gert litla rannsókn á sem sagt erfðasamsetningu þorsks aftur, reyndar ekki því miður endaði það bara í kringu 1500 en sú rannsókn benti til dæmis til að erfðabreytileiki minnkar líka yfir þetta tímabil og ég veit það og ég veit nú reyndar ekki hvort ég megi segja frá því, ég veit það að vísindamenn í Noregi
eru búnir að vera að sjá svipað, það að segja þeir eru að sjá mikið hrun í erfðabreytileika þorsks. Víðsvegar Evrópu, þeir eru með mörg svæði undir Norðursjó og strendur Noregs og fjölmörgunu svæði og eru að sjá á sama tíma hrun í erfðabreytileika. Í nútímanum? Í nútímanum? Nei, í kringu 1500. Í kringu 1500. Og þetta í raun og veru ótrúlegt og þetta lætur mig með halda okkur vantar eitthvað púsl í þetta púsluspill. Af því að þó svo við séum að sjá áhrif veiðana, og við erum að meta það að veiðarnar hafi verið umfangsmeiri og meiri en áður talið, þá í raun og veru ótrúlegt bara hver svona viðfem áhrifin eru. Og en sjáum þetta hrun ekki núna í Norðursjónum og Eystrasaltinu? Jú, hrun, ég veit nú ekki hvort það verið skoða beinlínis varðandi erfðabreytileika en jú, auðvitað þá eru þorskur eru víða hann að ströggla og hefur verið erfitt að ná honum á strik aftur. Þó svo að það séu þetta ákveðin merki, ég menna það var opnað fyrir þorskveiðar aftur og Nýfundnalandsmiðum, alveg ótrúlegt og auðvitað þorskurinn við Ísland í stöðuga ástandi, skulum við segja. Ég veit að margir myndu þetta vilja hann væri í betra ástandi en hann í stöðuga ástandi. Og sama má segja göngu stofnun í Noregi. Það eru fyrst og fremst þessir litlu staðbundnu stofnar sem að fólk hefur miklar áhyggjur af. Þessar rannsóknir sem að þið og við höfum verið að gera, það við erum með aðstæður sem að ekki nokkur mann vera á svæðinu. Inn í Noregi þá erum við búin að vera með veiðar frá því áður. En ekki þannig, ég manið ekki alveg hvort það hægt að sjá áhrif af viðskiptalegum veiðum frá kannski 1000 í Lófót, eða hvernig var það? Það þetta, Norðmenn eru líka með svona sambarilegar verstöður og það hafa verið gerðir fornleifa uppgröftir einmitt á Lófótinn og þeir hafa séð sama munstur í kvörnunum, það að segja að þennan hægari vöxt aftur á svipuðum tíma og þeir ættu þetta að geta farið aftar en þessi tími sem að verðist alltaf vera að koma upp aftur og aftur, svona 1400-1500, það eru þetta tími þegar verða gífulega breytingar í nýtingu manna og auðlundum sjávar, bara í öllu Norður-Atlantshafi. Það tengist bara breytingum í Evrópu, ruðningu skóga og stærri bújörðum og fleiri, þetta verður svona vinnumannamatur og verður mikil viðskipti sem og Lófótinn verður eiginlega til þannig, eiginlega til þess að brauðfæða stækkandi bújarðir í Evrópu. Og að sömuleyti tengdust við eitthvað leyti inn í þau viðskipti en svo kom Svartistöði og strókaði eitthvað leyti út, eða ekki? Já, við vorum komin að stað með mikla verslun við Bergen, gegnum Hansa kaupmenn sem og þetta var flutt til London og til Þýskalands líka en magnið var freka lítið á þeim tíma. Ég held að það verið talað að verið flutt jafnvel frá Noregi bara 700 tonn eða eitthvað svona til London árlega. Ég sér það ekki dýrar en ég keypti en svo koma þessar stórveiðar englendinga sem greinilega voru alveg mjög miklar sem eru allt öðrum skala heldur en þessi útflutningur en síðan ég meina á Sundöld þá fiskveiðar Íslendinga afturorðnar farnar virkilega ná sér á strik en fá svo svakalegt áfall við hungursneyð og stórubólu sem er 1700 og ná sér svo 18. og 19. öldin snýst öllum ull og lýsi. Það ekki fyrir 1880 að þorskveiðar af hálfu Íslendinga fara virkilega af stað þá vera til fiskiþorp allt Ísland sem að þau voru bara áður til í Vestmannaeyjum, Þorlákshöfn og ekki Þorlákshöfn kannski heldur á Suðurnesjum og Akranesi en síðan farið að flytja það módel út til annar landshluta og vera til fiskiþorpa á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi. Oft utarlega í fjörðum þar sem var stuttar á miðin. Já, og fljótlega það vélbátavætt. Þá færist byggðin inn firðina og... Já, fyrst voru þetta bara
árabátar sko, 1880 sko. Og það færist fjör í Íslandssöguna þegar tekst að ná þorskunum undir hagkerfið. Já, það bara og síldin alltaf líka, hún kemur upp sko. Og þá verður til eins og oft það sem svona hráefnisframleiðsla að við flytjum út þorskinn en borðum ísuna. Já. Jú. Eða þorskhausa sko, það nú eitt. Við getum fundið þessar kvörnir vegna þess að þorskhausarnir urðu allir eftir sko. Já, okkur. Já, okkur sko. Og hitt var flutt út. Já, ég reyndar oft velt því fyrir mér með fornleifa efniviðin að við finnum auðvitað bara kvernirnar þegar hausarnir voru skildir eftir. Já. Og spurningin voru þeir alltaf skildir eftir? Já. Eða voru þeir nýttir þegar það var harðar í ári eða verið einhver aðstæður? Já, þannig að þeir eru fylgjað með skreiðinni eða var verið að vinna skreið eins og var til dæmis og ennþá unnið á Lofoten að það er hvergi betra að búa til skreið heldur en Lofoten. Og þeir eru með svona, kannist við þetta, sína eigin trönur eða hvað það kallast. Að þá fylgir hausinn með, en í saltfisknum að þá gera það ekki. Já, ok. Herðu, þetta áhugavert að horfa á Íslandssöguna neðan úr djúpinu. Guðbjörg og Árni, takk fyrir að koma og gefa okkur innsýn inn í þetta. Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir mig. Já, þetta þá lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og haldið uppi samtalið við okkur. Þakka Birni og Maríu Lilju fyrir þeirra framlag og Ólafur Veigu og Pétri fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafið setið og hlustað, eða staðið eða hlaupið, það fólk gerir alls konar hluti. Það eru þið sem að breyti þessu samtal okkar í fjölmiðlun og það sem meira að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðurinnar bara með því að segja vinum á vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar og því að við heyrt hér eða séð. Þá fyrir fólk inn á síðunar okkar á Facebook og YouTube eða í hlaðvarpsveiturnar og finnur efnið okkar, hlustar á útvarpið okkar á 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann, spilarin.is á netinu og svo spilarin líka app sem má mann hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar erum við með 5 á fjarstýringunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins samfélagsumræða við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gerst áskrifendur náttúrulega þau sem hafa búið til samstöðuna. Eða allt sem að þið sjáið og heyrið hér í boði áskrifenda. Það eru ykkur 1500 mann sem hafa gerst áskrifendur sem hafa farið inn á samstöðun.is og skráðið sér fyrir áskrift. Það hnappur sem ástæður áskrift. Það kostar 2500 krónur grunn áskriftin sem mér sagt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum til hér. Þið megi borga meira þið viljið og þið sjáið það ef þið farið þarna inn að það er boðið upp á slíka valkosti. Það líka þið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda og þeir eru aðalega drifkrafturinn. Ef þú ert kannski fyrir löngu búin að ákveða þig að taka þátt í uppbyggingunni, þá hvet ég til þess að láta verða að því sem fyrst. Það hjálpar okkur til þess að svona móta stefnuna, sjá hvað við getum gert. Þið sem að fylgst með okkur lengi vitið að í hvert skipti sem að nýr áskrifandi kemur að þá eyðum við þeim peningum bara strax í að bæta dagskrána og eflana. Það verður mikil framþróun verið á samstöðuna á undanförnum misserum. En þetta voru nú skilaboðin sem ég ætlaði að segja hér í lokin, en mest ætlaði ég nú bara að þakka fyrir mig og segja góða nótt og benda á að Rauðaborðið verður hér aftur annað kvöld klukkan 8. Sjáumst þá. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.